Já, komið sæl, sýnir Egils heilsa á þessum sunnudegi sem og öðrum. Þátturinn verður tvískiptur eða koma gestur á eftir og þá ætlum við að ræða við þau. Þetta er sem fólk sem tengis píritum einnan annan hátt. Við ætlum að tala um dauða pírata eða hvað tekur við núna eftir að þeir komast ekki lengur úr þing og engan þingmann. Þau hafa 2 bæjarfulltrúa en við skulum það kemur betur ljós eftir. En í fyrirlitunum er það Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi, Helga Jónsdóttir, bæjarfulltrúi og Oddný Haraldóttir, fyrrverandi alþingismaður. Verið velkomin. Takk. Oddný, fyrrverandi. Hvað varstu búin að lengi á þingi? Sko, rúm 15 eða tæp 16 ár. Já. Og hvernig er lífið núna? Það er bara dásamlegt, sko. Nei, ég bara hef tíma til að lesa mig til og fylgjast með pólitík í Norðurlöndunum og svona, já. Ég bara hef tíma til að gera hlutina núna, finnst mér. Já, og ertu spennt að fylgjast með stjórnarmynduninni? Já, ég veit bara ekkert hvað er að gerast þar. Nei. Ég vona bara sannarlega að það gangi vel. Já. Og við fáum góða ríkisstjórn. Já, sem þið sýnist þetta verið efni í sem sagt að þessi flokkar 3 geti, eða kannski að besta sem við höfum það? Örugglega það besta sem við höfum. Já. Það er besti möguleikinn. Já. Og það eru þarna áherslur hjá öllum þessum flokkum sem að mér líkar ágætlega við. Já. Þannig, en ég veit alltaf ekki hvernig er lenda samningnum. Nei, við býðum öll spenntu til því. Já, og ég held til dæmis eins og að þeir fátækasta fólki á Íslandi eigi meiri möguleika að fá einhverja bót sem að munar með flokki fólksins í ríkisstjórn. Ég held að það sé bara alveg þannig. Frekar en að ef að Framsókn hefði verið í þessu sæti. Og ég fagna því. Það er eitt. Ég er hrifin af sjávarútvegsstefnu og Evrópu áherslum hjá Viðreisn. Ég vona að þau haldi vel utan þau hagsmunamál mín. Og svo auðvitað er ég samfélkingakona. Jú. En Inga er alveg syngjandi glöð. Hún bara brestur í söng bara í legum sér hljóna. Það er gaman í henni. Mér er samt athyglisvert þarna þær voru með blaðamannafund og voru svona taka við spurningum frá blaðamönnum bara hvernig þetta væri allt saman að ganga og Inga segir eitthvað svona greinlega mismæli sig og segir eitthvað svona já þú veist það er mikilvægt að lækka skatta og ég alveg en þá var hann að meina held ég vexti og verðbólgu sko en ég fór svona út frá því að hugsa hvernig verður þessi efnahagsstefna útfærð mér það mjög forvitnilegt að sjá hvernig það verður útfært hvernig í rauninni svona útgjaldaliðir mögulegir verði fjármagnar þannig að maður svona fylgist aldrei með því. Já, en við reiknum með að verði einhverja breytinga frá fyrirstefnu, er það ekki? Jú, það hlýtur að vera sko en maður veit ekki kannski nákvæmlega hvernig það verður útfært af því það er kannski aldrei ólíkar áherslur sem voru settar þarna fram í kosningabaráttunni varðandi svona fjármögnun þannig að maður kannski hefur heyrt svona minnst það. Já. En það er bara að bíða og fylgjast með. Jú, Helga, þú fylgjast náttúrulega með eins og við hinn, lítið að frétta. Ég fylgist með þessu eins og aðrir í gegnum fjölmiðla og mér finnst þetta virka ákaflega vel á mig þar sem ég fylgist með. Ég hef fylgst með æði mörgum stjórnarmyndunarviðræðum og dálítið nái með þeim sumum fyrir löngu síðan og mér finnst þetta virka á mig sem það vandaða ferli sem þarf að vera til þess að ríkisstjórn verði farsæl. Ég held að það sé geysilega mikilvægt að oddvitarnir hittist og byggja upp traust sín á milli og sameiginlega skilning. Ég held að það sé mjög skynsamlegt að segja að það er svo margt sem sameinar okkur og það er það sem við ætlum að forgangsraða. Við ætlum ekki að vera að bítast eitthvað sem að sundrar okkur. Og ég tek undir með Oddnýju að mér finnst svo mikilvægt að við séum að fá í ríkisstjórnar samstarf ef allt gengur eftir fulltrúa úr flokki sem tala með hjartanu og sem talar út frá hagsmunum þeirra sem að hafa borið skarðan hlut frá borði í áratuga ný frjálshyggjustefnu sem að hefur ráðið ríkjum
hvarvetna í hinn vestra heimi. Og það aldrei mikilvægt að hugsa það sko hvað margt hefur sko eiginlega brotlent í hugmyndafræðinu sem að var, því að ég satt einmitt ríkisstjórnarfundi á þeim tíma sem að var ritari ríkisstjórnar á þeim tíma sem að menn voru að horfa fram á fall múrsins og endalok þess, og svo fór ég og var í Alþjóðabankanum þegar verið var að ráðstafa því sem að verið kallað svona peace dividend, afgangurinn sem varð í fjármálakerfinu af því að menn hættu að verja jafn háum fjárhæðum til hermála. Og sko það var bara talað allstaðar á þeim nótum að það hefði átt sér stað uppgjör þar sem að kommunismin hefði farið halloka og kapitalismin væri ofan á. Reynsla síðustu áratuga sýnir að það sem kapitalismin hefur orðið ofan á, að það hafa verið ábúðslega miklir fylgikvillar og ef þetta hægt að skilgreina kapitalisman mislangt í sambandi við það hvað er á vettvangi einkaaðila og hvað er á vettvangi ríkisins. Ég held að eitt af því sem að við þurfum að horfa til það að sko með því að hafa svona mikið skilgreint sem verkefni einkaaðila, þá hefur líka til kerfi sem opinbert kerfi sem er eftirlit með því að menn fari að leikreglum, og það er rosalega flókið og það þarf sterk bein af hálfu opinbera aðila til þess að fylgja eftirlitskröfunum eftir, hvort sem það er samkeppniseftirlit, neytendaeftirlit, byggingaeftirlit og svo framvegis. Og það hafi verið bein viðleitni til þess að veikja það, ekki bara hjá okkur heldur annar staðar. Og ég held að fyrir mig þá get ég sagt að sko, það þáttaka okkar á Evrópska efnahagssvæðinu hefur verið gæfa okkar í löggjöf sem að lítur að hagsmunamálum neytenda, því að þar sem að við stöndum eina á báti með löggjöf sem er bara innanlandslöggjöf, að þá erum við í mjög mikilli hættu með það að það eru miklu sterkari hagsmunaöfl fjárhagslega og bara sérfræðilega sem að hafa áhrif á löggjöfina heldur bara Alþingi sjálft. Þannig að það er eitthvað sem það er óskaplega margt sem að ég trúði á árið 1992 þegar ég var að byrja að vinna í Alþjóðabankanum, sem að reynslan hefur sýnt mér, og ekki síst að sitja svo í stjórn ESA sem hefur eftirlit með því að leikreglunum sé fylgt á Evrópska efnahagssvæðinu, sem að segja mér að það voru draumórar að halda að markaðurinn gæti tekið við öllu og eftirliti tryggði hagsmuni þeirra sem að mest þurfa á tilfærslum og stuðningi að halda. Og það er eitt af því sem ég fannst nú í kosningabartunni, ég verði eiginlega bara fyrst ég tækifæri til að sitja við hliðin og sönnu að þakka fyrir það, því að þessi sko áhersla á það að við sitjum upp með samfélag þó að allar hagtölur tala hagvöxt og það var dálítið merkilegt að fylgjast með því til dæmis að Economist nefndi Bandaríkin sko á forsíðu sem hástökkvara í sambandi við að hafa náð hagstjórninni aftur á flug og hafa gert allar hluti rétt eftir COVID. Samt sem áður upplifir fólk að óréttlætið, fátæktin, hagur þeirra sem ríkisvaldið þarf einhvern veginn að bera fyrir brjósti, hann hafi orðið útundan. Og mér fannst þetta alltaf í kosningabaráttunni hjá okkur núna, og mér fannst þessi kosningabarátta góð, og mér finnst líka að skila sér inn á Alþingi alveg hellingur af fólki sem ég bind bara mikla vonir við að því að það hafi góða forsend til þess að vera í löggjafarstarfi. Ég vonu það. Smári, þegar maður tala á hann eins og þú með samkeppnis eftirlit, þú kannt þessar tölur hvað frumkvæðisrannsóknir, hvað þau hafa lítið afl til að fara í þær, hvað er búið að veikja það? Þegar það var stofnað, ég mann nú ekki alveg árið, var það ekki bara rétt fyrir aldamótin, frekar heldur rétt eftir þau. En þá var fjárframlögin þannig að mátti hafa 20 starfsmenn og eru 22. Og hagkerfið eða viðskiptahagkerfið sem þau eiga að fylgjast með hefur þrefaldast. Fjölgaðum 2 starfsmenn á þeim? Já, 2 starfsmenn, og það er þannig að þeim ber að sinna erindum samruna. Einhver trésmiða verkstæði að sameinast matvörubúð eða eitthvað, þá þarf að fjalla það.
Þannig eftir situr svona 1,5 stöðugildi í rannsóknir og það hefur leitt til þess að við fengum skipafélögin, tók einhver 8 ár og þar áður fengum við olíufélögin og þannig myndi að vera. Þannig það er kerfisbundið búið að vera að veikja eftirlit sem hefur náttúrulega stórskaðað íslenskt samfélag. Já, já. Og þegar að tala væntingar til nýra ríkisstjórnar þá hefur maður náttúrulega væntingar það að verði lagfærð tekjuöflunarkerfi ríkisins, skattkerfið. En það er líka svona hlutir að vera stórefla samkynnseftirlit til þess að hér verði bara eðlilegra viðskiptaumhverfi. Það er að stórefla skattarrannsóknir sem að ráða við rannsóknir á stórfyrirtækjum sem ekki í dag. Þannig að það þarf að byggja hér upp nýtt húsnæðiskerfi. Því að tala hvort að markaðurinn sé treystandi fyrir ykkur og það var eiginlega tekin ákvörðun það þegar Íbúðalánasjóður eiginlega fer út af markaðnum eftir að var búið að eyðileggja félagslega kerfið. Já, já. Að svona 2004-2005 að þá taka bankarnir yfir lánakerfið sem að er ekki heillavanlegt. Það íbúa eign venjulegs launafólks alls þar í okkar nágrannlöndum var byggð upp á opinberum lánasjóðum sem að fleytti raunverulega lánakjörum ríkisins til almenning svo að þau gætu eignast húsnæði vegna þess að venjulegt launafólk, millitekjufólk og þar fyrir neðan mun aldrei eignast húsnæði á markasvirði fastegna og markasvirði á lánum. Það bara hefur aldrei gerst í Mannkynssögunni en við höfum verið núna í 20 ár með þá stefnu að það eigi að gerast fyrir eitthvað dularfullan hátt. En öllum er ljóst að það gerist ekki og ástandið verður bara verra og verra. Þannig að þessi ríkisstjórn þarf að mæta líka með bara nýtt húsnæðiskerfi. Það er með plan endurreisn á heilbrigðiskerfinu. Það er talandi eftirlit og fleira og tekjuöfluna. Þetta er náttúrulega rosa mikið sem hún ætti að koma með. Ég held hún kom ekki með það. Ég er að vona hún komi með mikið af því. En er svolítið hræddur hún komi með eitthvað sem að gæti litið út sem svona vilja yfirlýsingum að við ættum að fara að sirka þessa leið en sé raunverulega ekki raunverulega aðgerðir til að fara á það. Þannig að mér finnst að þó að ég skilji það vel og ég sjái það í samfélaginu, ég bara man ekki eftir annarri svona væntingu til nýra ríkisstjórnar. Mér dettur helst í hug bara 1971, þá var ég nú bara 10 ára. En því þetta er í fyrsta skipti síðan 2013 og þar áður 71, þar sem að stjórnarandstöðuflokkar er að sitja að fara að mynda ríkisstjórn. Yfirleitt höfum við alltaf fengið einhvern stjórnarflokkin áfram og yfirleitt sjálfstæðisflokkin eða Framsókn, sem er ekkert skemmtilegt, Og ég held að svona í samfélaginu það er alltaf færri og færri sem finnst það skemmtilegt tilhugsun. Þannig að rosalega væntingar, þetta eru konur sem er að mynda, þetta er náttúrulega sögulega myndir sem við erum að sjá. Þannig að rosalega svona væntingar. En mér finnst að við höfum samt að halda áfram að gera kröfur því að alveg sama hvað þessar konur eru glæsilegar og skemmtilegar og syngja mikið og eru kátar og glaðar með sína sigur og eru í svona góðum stað í sínu pólitíska ferli. Þá eigum við að gera kröfur að þær eru ekki lausnin. Þær verða að koma með lausnindar. Mér finnst líka að því það verður að tala eftirlit mjög mikilvægt eftirlit með byggingar iðnaði, ekki bara náttúrulega vegna gæða húsnæðis og sjáum náttúrulega það er búið að brjóta niður þetta eftirlit og það þarf að tryggja húsnæði sem er verið að byggja upp sé bara gott húsnæði, vandað húsnæði og líka í rauninni eftirlit varðandi tengsl á milli atvinnurekanda og launafólk sem að í mörgum tilfellum kemur hingað til lands erlendis frá að vinna við að byggja upp húsnæði og býr síðan bara við ömuleg kjör og einhvern veginn háð atvinnurekandanum varðandi bara kjör og húsnæði eða varlega þetta kallaða húsnæði því við höfum séð með þessar myndir og þessar úttektir þar sem við verðum að skoða hvar verkafólk býr og þetta er bara oft mjög sláandi framsetning og við höfum heyrt þetta ár eftir ár og þetta er svona kannski hægt að koma óvart en það sem kemur óvart er einhvern veginn að hið opinbera sé ekki komið með sterkari viðbrögð gagnvart þessu og viðbrögð gagnvart launaþjófnaði og einmitt talaðum í kjarasamningum 2019 að þetta að taka fastar á þessu og svo sjáum við bara að þetta gerist aftur og aftur þannig að það er alls konar svona þættir sem að þarf að
styrkja og efla og eins og til dæmis, þú veist, við erum með viðmið Airbnb, það ákveðnar svona reglur, en svo ein manneskja á skrifstofunni sem að fylgjast með þessu getur ekkert í rauninni kannski vera að sinna öllum ábendingum sem koma fram, þannig að þú veist, það ekki nóg að vera einhvern veginn með einhverja húsnæðisáætlun ef þú ert ekki með alla hina þættina tryggða til að tryggja að þetta gangi allt vel og það sé eitthvað sem taki við þegar það bara verið að brjóta fólki til dæmis og brjóta bara þessi viðmið sem við höfum sett okkur það sem teljum eðlilegt og þetta síðan fer inn í stærra samhengi bara framtíð í rauninni svona ýmislegt á vinnumarkaði sem að eiga sér stað þessi svona störf sem hafa verið að koma fram þetta svona gigg, þetta hark, þessi sendlar á volthjólum, alls konar svona spurningar sem vakna, þetta alveg stór umræða sem þarf að eiga sér stað og einmitt svona geta fyrirbyggt að við séum bara brjóta niður hvað segir maður, öryggi á vinnumarkaði og þessu svona hefðbundin störf þar sem réttindi og skyldur skýr og þar sem aðili í einhverju svona launasambandi fast ráðinn við atvinnurekandan. Þetta það sem að Sanna að lýsa hérna bara ógn við velferðarsamfélag leið og vinnumarkaðurinn fyrir að vera óheilbrigður þá brotnar stoðin undan velferðarsamfélaginu og það ekki nóg að vera með einhverja ábyrga hagstjórn, það þarf að vera með velferð fyrir alla og það verður að vera heilbrigður vinnumarkaður og á því þarf að taka og það mun ekkert kosta neitt rosalega margar krónur úr ríkissjóði. Það þarf bara að taka til á þessum vettvangi og setja skorður og viðmið og allt það og það mjög mikilvægt að gera það. En það annað sem við held ég að við þurfum að tala hérna, við höfum talað húsnæðismálin við þetta borð, við höfum talað samkeppniseftirlitið og ógnina við bara lýðræðið þegar að fyrirtæki vaksa og verða valdamikil og af hverju samkeppniseftirlitið svo mikilvægt fyrir lýðræðið samfélag. En við erum núna með þá stöðu á Alþingi að við erum með jafnaðarmannaflokk sem stór og engan vinstriflokk. Ekkert vinstra megin við jafnaðarmannaflokkin og þetta mjög skrítið og ég veit bara ekki hvort það sé nokkuð stað til, allavega svona í nágrannaríkjunum og aðhaldið sem á þingi mun verða á ríkisstjórninni kemur frá hægri. Þannig að aðhaldið fyrir utan þinghúsið þarf að vera frá vinstri og við sem erum vinstra megin í tilverunni, við þurfum að vera svolítið meðvituð það, styðja við það sem okkur finnst vera gott og samfélaginu til góða, en líka vera aðhald til megin frá. Því að stjórnarandstaðan með Bjarna og Sigurð Inga og Sigmund Davíð verður rosaleg. Þú kannast við það? Ég kannast við það og þau svífast einskis og þau standa á orginu í pontu og munu tefja fyrir öllu ef ég þekki það rétt og þau hafa reynslu af því og þegar þeir eru að tala eins og Bjarni segir að hann hlakki til, Bjarni náttúrulega, hann hrókagikkur, það bara þannig og við vitum það og hann tala niður til kvenna og það allt þvæla. Þingsins bara. Já, og ef það vera gagnrýna þá það allt meira minna þvæla og fólk hefur ekki lesið 101 hagfræði og svona og nú bara að halda sér til hlés og hann hafi rétt fyrir sér. En það fer Sigurð Inga ekki drosalega vel að vera hrókafullu finnst mér. Nei, og þegar hann var að segja, þegar hann steig fram og segja og vildi meina að þær væri ekki læsar á tölur þessar konur Sáðan þetta? Já, sem að mér fannst bara pínu hlægilegt og fer honum ekki vel. Nei. Ég vona að hann fari ekki inn á þessa braut líka Þannig að þetta staðan. Hann var nú rella Bjarna. Já, þeir munu einhvern veginn finna út af þessu og þvælast fyrir og þess vegna þurfum við sem að viljum styðja góðmála láta í okkur heyra. Og vinstri þarf svolítið að setjast niður og tala saman. Og reyna einhvern veginn að gera eins og þær eru að gera núna, að finna út hvað sameiginlegt hérna. Vinstri þarf að gera það. Vinstri grænir, sósíalistar, píratar og bara við hinn sem erum vinstra megin. Finna út úr því hvernig við getum eld okkur að nýju. Af því það nauðsynlegt fyrir samfélagið. Og við bara sjá, það er bara dagljóst.
Mér finnst svolítið merkilegt að heyra sko lýsinguna á því að menn þurfa að vera undir það búnir að verði þessi ríkisstjórn sem nú að vera undirbúa veruleika, þá verði mjög erfið stjórnarandstaða á þinginu og mjög yfirgangsum eins og ég skil Oddnýju, og af því að Guð minn almáttugur, hvað mér finnst miklu betra að hafa slíka raddir í stjórnarandstöðu heldur en að þessi ráðandi og fari með yfirgangssemi með völdin á almannahagsmunum á Íslandi. Já. Þannig að það, og það sem að ég hef hugsað dálítið mikið núna þegar ég horfi á fréttir af samtalinu sem á sér stað, að það svo margt í þessu samtali og ég þess vegna ég bjartsýn og Gunnar Smári, sko, það ekkit endilega þessi flokkar en það hvernig menn nálgast viðfangsefni núna og ég held að við eigum að muna eftir því sem að sagt var að Kristrún Frostadóttir sko afburða makróhagfræðingur, ég fylgst með henni tala löngu áður en hún fór í stjórnmál og hún ofboðslega vel greinandi og með skýra sín og hún hefur gagnrýnt það. Hún læs á tölur öfugt við það sem Sigur Ingi segir. Og alveg sko frá því að hún byrjaði að láta til sín taka á Alþingi, þá hefur hún gagnrýnt fjármálastjórnina sem byggist á því að fjármagna ekki verkefni. Við erum með endalausar stefnur það að fara hitt eða þetta og hún hefur líka gagnrýnt á og sagt það óraunsætt að tala það að gera hitt og þetta og vera ekki reiðubúin til að segja hvernig á að gera það. Og þá kemur þessi sífellda mantra það má ekki hækka skatta, hver vill hækka skatta? menn verða að horfast í augu við það. Ef þú hækkar ekki skatta, þá tekur tekjurnar inn með einhverjum öðrum hætti. Þá tekur það með því að þeir sem... Þess vegna þetta, svona utanfrá séð, þetta mikil þrautan á þessu ríkisstjórn saman, vegna þess að þetta ákveðna stefna Viðreisnar. Ég held, og ég hef hlustað á Kristrúnu Frostadóttur tala, ég hlustaði bara í fyrsta skipti sem ég sá hana sem ungan hagfræðingi í sjónvarpsþætti, tala fjármál hins opinbera. Ég hafði aldrei heyrt nokkurn hagfræðing koma og tala af þekkingu munin á fjármálum sveitarfélaga annars vegar og fjármálum ríkisins og úrræðinu sem voru tiltæki í COVID hjá hvoru hópnum fyrir sig og ég held að þessi greinandi hugsun skipti alveg ótrúlega miklu máli og að segja við erum að tala tekjuöflun fyrir nauðsynlegu verkefnum og jafnvel má hugsa sér hver eru nauðsynlegu verkefni sem við forgangsröðum og hvernig finnum við tekjuöflunina og mér finnst að það sé lofið mjög góðu. Fyrstu yfirlýsingar það að við ætlum að fækka ráðuneytum aftur. Það sagt að það hefur kostað 3 milljarða að fjölga ráðuneytunum til þess að fjölga ráðherrastólum. Ég held þó að auðvitað sé alltaf talað það að þjóðfélagið sé að breytast og þess vegna þurfum við að hafa nýjar áherslur í ráðuneytunum. Ég held að menn vanmeti alveg svakalega kostnaðinn við það að vera sífellt að slengja fólki til og frá, takast á við önnur verkefni heldur en það kannski vanast að takast á og áhrifunum á mannauðin og móralin sem bara þarf einhvern veginn að taka með í reikninginu. Ég tala af reynslu vegna þess að ég var ráðuneytisstjóri í ráðuneyti sem var lagt niður einhvern tímann þegar að efnahags- og viðskiptaráðuneytið sem ég fór fyrir var því var skipt upp og lungin af verkefnum fór til fjármálaráðuneytis. Ég var í hópi 3 ráðuneytisstjóra sem að stjórnuðu svona innleiðingar undirbúningum og þetta var opbóðslega skemmtilegt verkefni og við vönduðum okkur og allt það en og það var sem sagt til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. Það var til ráðuneyti sem að í innviðaráðuneytinu sem að dómsmálun og samgöngumálun og sveitarstjórnumálun voru samþykkt og eitthvað fleira. Innanríkisráðuneyti í fæðingu. Já, og innanríkisráðuneyti segi ég. Og það var en það sem að mér fannst vera mjög rangt í þessar endurskipulagningu var það efnahagsmálin sem að voru greiningarnar í efnahagskerfinu, aðhaldið að forsendunum, neytendamálin, samkeppnismálin, fjármálaeftirlitið, þetta var alltaf í ráðuneytinu sem var lagt niður og í staðinn fyrir að það færi til forsætisráðuneytis sem fer með heildarstjórn efnahagsmála, þá fór það inn í fjármálaráðuneyti sem á að vera með fjárlaga gerðina og undirbúning á þeim tæknilegu þættum. Eftir þetta hefur fjármálaráðuneyti
verið með ábyrgð og sum kallaða völd sem að gengur langt út fyrir það sem að skynsamlegt í skipulagi stjórnarráðs eins og ég horfi. Þannig ég vonast til þess að menn horfið til þess að þetta voru mistökin sem að ég held að hafa verið gerð. Þú veit að Kristrún verði forsætisráðherra og taki efnahagsmálin til sín? Ég held að það gæti verið mjög skynsamlegt. Ég held líka að það væri alveg geysilega skynsamlegt að hafa mannesku eins og Þorgerður Katrín í utanríkismálum. Utanríkismálin eru orðin svo stór þáttur í okkar og hefur svo sem alltaf verið, en við þurfum að vera miklu meira afgerandi í þáttöku okkar og það eitt sem ég get alveg sagt, ég hef dáðst að Þórdísi Kolbrúnu fyrir að hún sá fyrstu utanríkisráðherra sem ég bara tek eftir núna í langan tíma sem fer fram og segir við höfum skyldur af því að veru þáttakandur í alþjóðlegu samstarfi. Við getum ekki bara flettur í óman og ofan af EES-svæðinu. Ef við viljum halda því áfram, að þá erum við skylduna til að innleiða bókun 35 og þá fara menn að tala um það er verið að afsala sér íslensku sjálfsforræði og allt það. En það bara hluti af pakkanum. Ef þú vilt vera á sameinuðum innri markaði, þá verða leikreglurnar að vera það sömu. Og núna til dæmis eins og þegar eitthvað mál sem hefur verið fjölmiðlu þess að bæði EFTA-dómstóllinn og Hæstiréttur Íslands hafa dæmt að fæðingarorlof að það ekki að færast á milli frá Danmörku og Íslandi að atvinnu þáttaka sem grundvöldu fæðingarorlof, þá segir Vinnumálastofnun ég get ekki gert það, íslensku lögin eru samt svona, þannig að ég verð að framfylgja íslenski löggjöf. Þannig að menn einhvern veginn verða að horfa stjöf og þetta alveg að sama, við tökum þátt í þróunarsamvinnustarf og berjum okkur á brjóst og segjum við hluta Norðurlöndunum sem leggja 1% af þjóðarframleiðslu í þróunarstarf. Við lögum þegar ég var að vinna því 0,04% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við vorum alltaf þáttakendur í útlöndum í því að gera það sem var að gera. En við fórum ekki með erindi heim til íslensku þjóðarinnar og það það sem að Þórdís Kolbrún hefur verið að gera núna, segja við stöndum bara á tímamótum. Heimurinn breyttur. NATO líka í annarri stöðu. Það við séum aftur að horfa upp á sennilega versnandi stríðsvá í Evrópu og horfa upp á það sem að gerast í Miðausturlöndum og horfa upp á það sem að gerast allt í kringum okkur. Það kallar á það að við segjum ok, ef við ákvaðum það að vera ekki, og við ákvaðum það sjálf, að vera ekki hlutlaus þjóð, heldur skipa okkur í varnarbandalag öðru megin en ekki hinu megin, að þá fylgja því líka skyldur og þá þarf það að vera talsmaður og þá segi ég, Þorgerður Katrín finnst mér alveg frábær í þetta. Áður en við kveðjum kannski þessa stjórnunar, myndinar umræður, mér finnst þú veist, ég náttúrulega ekki sammála öllu sem að þessir flokkar leggja áherslu á því að já, ég náttúrulega sósíalisti og myndi vilja sjá svona meira alveg vinstri þarna, en mér finnst samt, ég verð bara að taka það fram, mér finnst þær virka mjög skipulaðar, að þær fari mjög svona, erum einhverja sýn hvernig þessar viðræður eiga að fara fram. Svona allavega þegar maður fylgist með utanfrá, þá virka þær svona með einhverja áætlun hvernig þessar viðræður eiga að fara fram og þarna með þessa vinnuhópa, en mér finnst það bara svona athyglisvert, en einmitt, það verður bara mjög athyglisvert að sjá hvernig niðurstaðan verður. Má ég aðeins varðandi fækkun ráðuneyta? Þú tókst á því? Já, og ég var fjármálaráðherrann sem var fjármála- og efnahagsráðherrann og fekk þetta hlutak sem hér yfir að segja hafi verið ómikið, en það var bara í stuttan tíma auðvitað. En það þarf auðvitað að endurskoða stjórnsýsluna. Við fækkuðum ráðuneytum eftir mikla skýrslugerð og greiningar og ráðgjöf að það væri betra að hafa ráðuneytin stærri og færri og samnýta kraftana og við værum ekki svona að dreifa kröftunum út allt og við höfum bara reynsla því að það var ekki nógu gott og það var ekki samtal á milli ráðuneyta eins og fyrir hrun og sumir segja að það hafi verið svona ákveðin ekki kannski ástæða en það hefði mátt grípa fyrir inn í ef upplýsingar hefði flætt hraðar á milli. Þannig að það var þess vegna sem við fórum út í þetta, en mér finnst að við þurfum og þær þurfi og flokkarnir sem að mynda næstu ríkisstjórn að skoða aðeins stjórnsýsluna og stjórnsýsluna í kringum þjóðaröryggið. Það þarf að skoða það sérstaklega. Núna til dæmis, við erum með almannavarnir undir lögreglunni og landhelgisgæsluna, en við erum með netöryggi annar staðar. Áslaugu Arna fer með netöryggismálin í staðan fyrir að hafa þau bara með öðrum þjóðaröryggismálum
og varnarmálin mættu vera þarna líka undir einu ráðuneyti með eitt ráðherra með ábyrgð á þessum málflokki. En þetta vona ég að þær skoði þegar þær fara að skipta upp ráðuneytum og skipta verkefnum, að það sé að farir yfir stjórnsýsluna. Hvað best að... En haldið að séu að vinna svo róttækri endurskoðun eða ætlaði bara að fækka ráðuneytunum eitt? Haldið að við getum verið að sjá svona stóra breytingu? Ég held að byrja bara á einu að því það líka, það þarf að gæta að fólkinu sem vinnur í ráðuneytunum og það ekki hægt að vaða inn með einhverjum óskaplegum látum og það þarf að gera þetta í skrefum og skipulagsbreytingar snúast að endanum við fólk og ef það ekki hugað að fólkinu þá munu þær skipulagsbreytingar mistakast. Þannig að það ekkit, ég allavega ekki talsmaður fyrir því að þær færa þarna bara fækka 1, 2 og 3. Hvernig tókst eitthvað breyting að fara með þetta niður í 8? Sameina heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytið. Það voru mikil breyting, mesta breyting sem ég manni til. Já, og það var, þá var verið að huga því að félagsmálin og heilbrigðismálin töluðu saman og það verið samlegar áhrif þarna á milli, en það þótti of stórt ráðuneyti. Því var skipt upp, það leið ekki langur tími þannig til að því var skipt upp. Af hverju var það á stórt? Já, fyrir eitt ráðherra? Já. Svo stór hluti af... Þetta náttúrulega næstu í helmingur af fjárlögum. Fara í þessi 2. Já. Það kannski verið það, en ég veit að það hefur ekki verið lítið á þessi vandamál hvað fjármálaráðuneytið voruð stórt. Ég held að það hefur fjölga starfsmennu þar 100 eitthvað bara á örskumum tíma. En það leið ekkit langur tími þannig að það var komið sér heilbrigðisráðuneyti og svo félagsmálaráðuneyti. Í mínum huga var það óskup einfaldlega liður í því að menn voru að gera ríkisstjórn og finna fleiri verkefni. Þannig að það segir ekkert gildi og skipula velferðarráðuneytisins að svona mikill hluti ríkisútgjalda fari í gegnum það. Og ég held að það sé alveg rétt að þessi mál eiga mjög vel heima saman sem velferðarmál og einhvern veginn finnst mér að og ég það síður en svo mér hefði dottið í huga að Oddný hafi verið með valdagræðgi að taka efnahagsmálin og ég hef alltaf verið sátt við að ráðuneyti sem ég var í var lagt niður. Ég vann á grundvelli að innleiðingunni á grundvelli þessar úttektar og þessar ákvörðunar sem hafi verið tekin og fannst sem sagt mjög auðvelt að vinna úr því efni vegna þess að það var alveg skýr sín af hverju vildu menn hafa ráðuneyti skipulagi svona og þá var það að framkvæma það var verkefni snerist það að upplýsa starfsmenn, hafa það með í ráðum, hlusta á athugasemdir og reyna að sjá til þess að það yrði forista í ráðuneytunum sem að fylgdi málum eftir. Það sem að, ég átti við þegar ég var að tala að ég hef talað með ístöng með efnahagsmálin vegna þess að það þarf eins og mann segja svona checks and balances, þú þarft og efnahagsráðuneytið átt að vera aðhaldið af fjármálaráðuneytin, átt að vera aðhaldið og grunnurinn af því sem að og þar var neytendaverndin líka undir og svo þannig og Seðlabankinn og þetta held ég að sé miklu skynsamlegra, hefði verið miklu skynsamlegra að fara í forsætisráðuneytið og hætta því að vera að taka alls konar verkefni inn í forsætisráðuneytið. Þegar ég var í forsætisráðuneytið í árdaga, það vorum held ég 5 starfsmenn, ég ekki að segja að það hafi verið til eftirbreytni, það var eitt verkefni sem var þar og það var að sjá ríkisstjórnina, halda ríkisstjórninni saman og forsætisráðurinn var í því stöðugt að hringja og passa upp á það að allir hefðu upplýsingar sem væri verið að gera það sem verið að gera og það var verið að skipuleggja betri ríkisstjórnarfundi og ég vil bara, ég alltaf að segja það núna, en af því að við erum að tala um eftirlit, umboðsmaður Alþingi sem var þeim til í þessari ríkisstjórn sem ég vann í undirbúningi þeirra löggjafar að það eitt af því sem er alveg óheyrilega mikilvægt að borgarnir eigi atkvarf sem að getur tekið það út ef að stjórnsýslan bregst og það sem að núna í skýrslunum frá 2023 eiginlega stórkostleg lesning. Það tekur hann það fyrir að ríkisvaldi hjá okkur forsetinnar ábyrgðarlaus af framkvæmdarvaldsathöfnum, þetta skiptist á ráðuneyti og borgararnir eiga rétt á því að það sé ekkert verkefni sem fer og dettur milli skips og bryggju. Þannig að það á að vera skýrt hvaða ráðherra ber ábyrgð á hvaða verkefnum og ef að eitthvað áleitið í ágreiningsmálu þar, þá það hlutverk forsætisráðherra að skera úr. En almennt
líka að tala um það sko ríkisstjórnarfundir eru trúnaðarfundir ríkisstjórnarna til þess að tala um mikilvæg stjórnarmálefni. Og það þýðir það að þeir stjórnmálaflokkar sem standa að baki ríkisstjórn verða að eiga aðgang að því sko hvernig verða að fá vitneskju það sem rætt yfir ríkisstjórnarborðið það sem verið að samræma og slaka til, gera málamiðlanir og svo framvegis. Þú gerir það ekki bara með því að sitja og segja ég fer með forræðið í mínu ráðuneyti og það sérstaklega í skýrslu umboðsmanns Alþingis þá farið yfir ákveðin málefni eins og það að rafvæða lögregluna einhver leyti með einhverju rafbyssum, það farið yfir Íslandsbankamálið, það farið yfir ákveðin mál sem að draga það svo skýrt fram að verkefni stjórnin í ríkisstjórn sennilega mikilvægasta hlutverkið af öllu og þess vegna held ég að það að gera góða stjórnarsáttmála þar sem að menn forgangsraða vel hvaða sem þið geta áorkað, ekki að fara út og suður eins og kannski einkendi pínliti ríkisstjórnar sem var svo metnaðarfull sem Árni var að tala um og gerði alveg ótrúlega marga góða hluti held ég reyndar að það sé haldið utan að þetta sé hópur sem að byggist á því að þingmennir sem standa baki að þeir hafi skilning á því að það engin eitt sem hann nær sínu fram. Þetta spurningin það að finna leiðina áfram út frá gildum og markmiðum og það alveg sko ótrúlegt að einhvern veginn hefur maður svo miklu tilfinningu af því að það hafi verið haldið hlutum bara undir pottloki í langan tíma þannig að það voru ágreiningsmál og eins og bara forsætisráðherra fyrrverandi lýsti núna á dögunum að kergjan óx endalaust í þingflokkunum sem að baki búa. Það má ekkert, menn allir áfram verða átt að segja á því að þeir þurfa að sækja sitt umboð til þingflokksins. Og líka langtíma sín sko, að hafa þessa langtíma sín að því kjörtímabilið 4 ár svona oftast og þá náttúrulega sko ef það reglulega svona uppstokkun á ráðuneytum og skipulagi þá þetta hefur það áhrif síðan þegar að ný ríkisstjórn tekur við. Þannig að það verið að vinda ofan einhverjum breytingum, fara í aðra breytingar, þú veist, þá þetta, þú veist, það almenningur sem alltaf þarf að sætta sig við skipulagið sem að kemur fram og það geta verið kostir, geta verið gallar, en maður svona velti líka fyrir sér bara langtíma sko sín, langtíma hugsun ríkisstjórnar og hún hugsa einhvern veginn sko, þú veist, farið daldið úr þessu 4 ára plani og hugsa bara hvernig getum við byggt upp kerfi sem að verið gott til lengdar, en þetta síðan alltaf hægt að breyta þegar ný ríkisstjórn tekur við og stundum það einmitt bara mjög gott að því að ef hún kemur með góða breytingar sem hefur verið kallað eftir en það einhvern veginn hægt að gera svo rosalega mikla breytingar þannig séð á mjög stuttum tíma og að því við erum að tala um að ef að þessi ríkisstjórn verður að veruleika þá þetta verður mjög svona hörð stjórnarandstaða og þegar maður hugsa svona nokkra leiki fram í tíman þá þarf þetta að fara að hugsa sko einmitt að vinstra fólk fara að starfa saman bara mögulega varðandi sveitarstjórnarstigið eða hvernig við getum byggt upp einhverju svona öfluga hreyfingu sem að getur þá verið með fulltrúa almennings á sveitarstjórnarstiginu af því að þetta vitum við það að vera í stjórnarandstöðu það er svona kannski eigur líkurnar á því að fólk getur verið að svona byggja sig upp og fá svona frekari vinsældir þannig að maður hugsa auðvitað bara hvaða áhrif mun þetta hafa þá á næstu kosningar sem eru þá vantanlega sem eru þarna maí 2026 þú veist að vinstri sé tilbúið til þess að geta einhvern veginn tekið þátt í sveitarstjórnarmálum finnst mér persónulega bara mjög mikilvægt svona sem næsta skref langtíma markmið af því við vitum með þetta sko líka það er bara frekar hræðilegt að hugsa til þess sko sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn í stjórnarandstöðu eins og hefur talað um hér maður hugsa bara sko hvernig áhrif mun það hafa sérstaklega þegar við skoðum eins og kosningar sem voru ungmenni tóku þátt í það verðist vera svona miðflokkurinn vinsæll þar og maður svona velti fyrir sér bara hvað það sem að þú veist hvað það nákvæmlega sem að ungt fólk að tengja við þar þannig að það er svona ýmislegt athyglisvert sem að eiga sér stað sem þarf alveg að bregðast við og svona fylgjast með og svona tryggja að þetta hafi ekki mikinn skaða af því að þú veist, af því að það gerist ýmislegt bara út í samfélaginu, það gerist ekki allt inn á þingið þannig að það þarf að hafa vökul augu. Já, sem það því að við erum alltaf flett upp í Árni að vegna þess að það er að tala um ríkisstjórn sem með bara stjórnarandstöðuna frá hægri eins og þið voru með
og þau voru náttúrulega létu illa og voru með málþóf allar aðferðir til þess að eyðileggja og skemma og þau voru náttúrulega með sterka fjölmiðla á bakvið sig og svolítið svona náðu að einhver leiti unnu umræðuna á þessu kjörtímabili og einhver leiti finnst manni að þeir hafi líka unniðilega söguna því að Helga var til þess að segja að þessi ríkisstjórn hefði gert margt gott og svona. Þetta nú eina af ríkisstjórnum sem hefur farið með svona eiginlega verstu eftirskriftina sem ríkisstjórnin 2009-2013. Heldur að það skipti máli eða hafi skipt máli á þessum tíma að það var stjórnarandstaða frá hægri. Verkalýðshreyfingin var til dæmis mjög veik eftir hrunið. Verkalýðshreyfingin kannski undanfariði líklegri til þess að geta komið með stjórnarandstöðu við ríkisstjórn frá vinstri og heldur að það hefur skipt máli að fyrir svona hverju þessi ríkisstjórn náði fram að það hafi verið þessi uppstilling á þinginu sem við erum að fara að horfa á aftur núna? Ég bara veit það ekki sko. En það var auðvitað meiri breytt til vinstri í þeirri ríkisstjórn. Já, það verður stjórnarandstaðan var gagnrýnin var öll frá hægri. Já, hún gagnrýnin var frá hægri. Og stjórnarandstaðan er svona hluti af því að toga miðju umræðunar. Já, algjörlega. En við höfðum, jafnaðarflokkurinn hafði þá flokk vinstra megin við sig í þeirri ríkisstjórn. Ég held sko að því stundu þegar að svo voru við náttúrulega í stjórnarandstöðu frá 2013 og sumir innan okkar raða vildu vera með harkalega stjórnarandstöðu og aðrir vildu hafa hana kurteislegri. Og ég var ekki alveg vissum, svo endur við með að vera frekar kurteis, myndi ég nú segja. En stjórnarandstaðan þeirra 2009-2013 sem var sannarlega ekki kurteisleg, hún var hávær og mjög að mínum að þetta ósangjarn og óvægin og það var verið að bíta í hælan á okkur allan tíman og við vorum með rosalega erfið verkefni og það var mjög erfitt að vera jafnaðarmaður í ríkisstjórn sem þurfti að brúa 216 miljardar gat sem var rosalega stórt gat á þeim tíma og ég held að svo stjórnarandstaða hafi bara náð árangri. Þannig, og ég held að það sé þess vegna sem að þau þegar að hægrið er í stjórnarandstöðu þess vegna beita er harkalegri það virkar að því það virkar, þeir vita að það virkar. Hérna er ég með svona dæmið þetta að hérna mókonum lítil samþjöppun aflaheimilda segja þeir og en svo þegar við lestum þetta þá er að miða við einhverja samkeppnisreglur einhver staðar í Evrópusambandinu en ekkert íslenska veruleika heldur svona er það upptættur. En mér langar hérna hver ykkar hérna horfðu á viðtölum við Katrínu Jakobsdóttur? Ég á eftir að horfa á það sko. Já. Horfðu það ekki? Ég bara horfði á eitthvað nokkra mínútur sko, svo ekki bara gesti og hef ekki farið aftur inn á hann. Ég horfði á eftir á honum Heimi. Það var svona í gangi og svona, en ég get ekki verið aftur sagt að ég hafi verið með full athygli sko. Nei, sko, það sem athygli mín er náttúrulega, hún lýsir ekki við neinni ábyrgð á neinu sem miður hefur farið, alls ekki, og bara svolítið svona ákveðin í eigin ágæti og svo fyrir okkur blaðamennina að þá kemur fram að það var lengi búin að vera ólga í ríkisstjórninni. Það er eins og sko, fjölmiðlan hafi bara ekkert verið á vaktinni. Við munum að báðir Smári vorum að ringja heim til ráðherra aðstofmanna vorum alltaf að leita. En er hún ekki bara að vísa til ágreining sem að var upp á borðum sem að var kom meðal annars fram með að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins stóð eiginlega ekki að baki neinu stjórnarmáli sko. Nei, þetta er alveg sko frá fyrra kjörtímabilinu sem hún er að tala það var alltaf eitthvað núningur og erfiðleikar. Já, þetta er svo Sjálfstæðisflokknum í sambandi við COVID og ég meina ráðherrarnir fóru ekki svona eftir sko reglunum sem voru settar umgengni sko, samkomur. Þannig að ég erum ekki bara að vísi það að Sjálfstæðisflokkurinn er alltaf gert þetta og komist upp með það að hann getur gert stjórnarsáttmála en haft svona ég veit ekki hvort það sé bara skrifað í skíin að hann má alltaf svona taka öll
öll mál til endurskoðunar. Þannig að málin ekki kláru nema þú kemur þeim í endanum í gegnum þingflokkin. En þá líka búið að brjóta niður mál sem að kannski átt að verða svona stórt, niður í eitthvað svona. Og ég meina, mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn hafa alltaf komist upp með annars konar hegðun í íslensku stjórnmálum heldur nokkur annar flokkur. Sko áður hefði fjölmiðlarnir byrjað hérna en ekki það að koma niður. Það sko, mér finnst þetta svona, það sem hún að segja, mér finnst að vera svona þungur dómur yfir fjölmiðlum. Það var náttúrulega COVID-árin, ef að tala það var náttúrulega COVID-ár ákaflega sérstuð, þar sem að fjölmiðlarnir bara svissuð allt inn yfir, í staðin fyrir að vera með sjónarhótt svona einhvers staðar hjá almenningi og fóru yfir því að verða hluti af svona, ég veit ekki, almannavaldinu eða bara ríkisstjórnunum, það sem að voru, þið kannið munið eftir þessu, það var í öllu fréttatímum, það var einhver ráðherra í settinu á RÚV og það voru, það var bara, eins og fjölmiðlarnir litu á að þeir voru hluti af öryggis, verkfærum stjórnvalda til að halda kontról á samfélagi. Auðvitað var fleira að gerast í samfélaginu heldur en COVID, sko. Það var bullandi ágreiningur í ríkisstjórninni, við vissum ekki það því. Og mér finnst að sem ég las út og svo annar líka sem að hver arfleið Vinstri grænna og þá segir hún kynrætt sjálfræði og þungunarof og svo má áfram telja. Breytingar á örorkulögum. Já, en þá áttu þau að segja, já, gerðu svo vel, teldu þau upp, sko, stað fyrir að hún tegur upp 2 mál og svo má áfram telja. Þannig að mér finnst eins og vantar of gagnrýni svona frá fjölmiðlum að sé bara hvað nákvæmlega ertu að tala um. Þú segir mér nákvæmlega hvað átt við og ég var með þetta í eyrunum hlusta á nokkra mínútur þar sem að viðtalið sko ég lendi á partinum þar sem hún var að tala um sko gagnrýni í garð hennar þegar hún bauð sig fram til forseta og henni hafi fundist gagnrýnin hafi verið ósanngjörn á einhverjum tímapunkti að það hafi verið í rauninni, hvað segir maður, óvægin gagnrýni og eitthvað svoleiðis sko að þegar hún spurð sko urðu vinslit, ég held að það hafi verið spurningin, urðu vinslit eða eitthvað svoleiðis og þá kemur smá svona hik og þá svarar hún í rauninni með því að segja sko að gagnrýnin hafi oft verið bara eitthvað ekki í lagi og ósanngjörn en mér finnst bara þegar þið voru að tala um allt þetta í rauninni stjórnarsamstarf og Sjálfstæðisflokkurinn og hvernig hann hefur hagað sér þá fór ég bara að hugsa sko hver setti fram hugtakið stjórntækur af því það er oft notað, eitthvað svona hugtak að maður þurfa að hegða sér á einhvern ákveðin hátt til þess að geta virkað nógu svona, hvað segir maður til þess að geta einhvern veginn fungerað einhverju stjórnarsamstarfi. Þetta er bara svo fáránlegt hugtak sem er ofta ekki staldra við, sko, hvað þýðir það að vera stjórntækur, af hverju þetta hugtak sett fram, hvað þýðir þetta nákvæmlega, er ekki Sjálfstæðisflokkurinn að brjóta það sem hann segir rauninni aðrir flokkar að vera þegar þeir eru einhvern veginn bara svona, já, við erum í stjórnarsamstarfi, samt erum við í stjórnarandstöðu, þú veist, einhvern veginn að mér finnst þetta bara svona athyglisverðar pælingar í þessu samhengi, sko. Stöðva málina. Ég var svo eina sem að gaf merkjum það að ég hlustaði frá upphafi til enda. Já, og bæði. Á viðtali við hana. Já, á tveimur sjónvarpstöðvum. Nú, ég horfði bara á Ríkissjónvarpið. Já, Heimir Már var með... Já, það sá ég hins vegar ekki og veit ekki hvernig það var, en mér fannst þetta í raun og vera ákaflega fallegt viðtal sem var við hana og það var ekki, fannst mér tilefni til þess að vera að sækjast eftir öðruvísi viðtali við hana á þessum tímapunkti þar sem þetta liggur fyrir þetta að hún náði ekki þeim árangri sem hún stemdi að með því að bjóði sig fram til forseta og hún talar ekkert það öðruvísi en sem fallega reynslu og að það sé eitthvað sem að hún fari með í farteskinu sem gott. Hún talar allstaðar sko fallega þá sem hún hefur unnið með en hún segir, sem að mér finnst það merkilegast, hún segir að það var kergja í þingflokkunum og það var kergja sérstaklega í þingflokki Sjálfstæðismann og það er auðvitað dálítið held ég umhugsunarefni sem Gunnar Smári bendir á að Sjálfstæðisflokkurinn hefur svo lengi verið valdaflokkur á Íslandi að ef að hann fær ekki sitt fram að þá er bara voðinn vís. Það telur sig ekki skuldbundin á samkomulögum. Sko. Nei, þannig að sko það og það að það sé hægt sko að ráðherra jafnvel ætla að leggja frá þingmál sem njóti ekki stuðnis í ríkisstjórninni og að þeir sko og að þeir fari gegnum reglugerðir án þess að tilkynna það með mjög umdeild mál. Þetta er auðvitað eitthvað sem að held ég mjög sérstakt í Íslandssögunni. Þarna átt að spyrja hana meira. Og þarna, ég er ekkert, sko það er bara spurningin viðhorf. Mér fannst þetta vera sko viðtal sem á mig virkaði bara mjög fallegt kveðjuviðtal og þetta var ekki vettvangurinn og Jóhanna Vigdís sem náttúrulega ekki þekkta því heldur að vera hamra á fólki en mér fannst skína í gegnum þetta af hverju
Katrínu Jakobsdóttur hefur lánast það að halda fólki saman með þeim ótrúlega kostnaði og fórnarkostnaði sem að hún þarf að axla fyrir hönd síns flokks. En það breytir ekki því að ég hef aldrei fyrirlent í því að ég er núna í minni hluta í bæjarstjórn og þá finnum að valdaleysi algjört. Ef að meiri hlutin vill ekki virða sjónarmið minni hlutans, þá bara valdaleysi algjört. Og það sem að Katrín Jakobsdóttir var að segja það að með því að Vinstri grænir tóku þátt í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, það heilmikið af málum sko, sem að snerta náttúruvernd og orkumál og ýmislegt sem að þeir hafa lagt inn fleira og hún nefnir sem gjarnan sko, og tengt við hana gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólum sem að sko í mínu sveitafélagi var sko þeir sem eru pólitískt og öndverið með hann fannst þetta alveg arfavont mál og bara alveg hryllilegt og skelfilegt en hún gerir þetta því að vinna og ég held að það sé úr kjarasamningunum hún gerði kjarasamningsaðilunum kleift að gera þetta og við þurfum að gera okkur grein fyrir það að aldrei Vinstri grænir eru náttúrulega búin að hafa þetta held ég á dagskránni ansi lengi en hvað sem því líður þá er þetta bara spurning áður frá þeirra sem tóku þátt í þessu samningum að hún var algjör lykil aðili í samningum við aðila vinnumarkaðin svo kallaða frá hendur ríkisstjórninni. Þetta kom það í ljós þegar hún var farin að það hafði eiginlega engir áður en á þessu samkomulagi sko. Og sem er eiginlega, ég held að sömuleitum eftir segja það að ríkisstjórnin dóur þessu. Þannig að hún hefði getað náð miklu meiri árangri í sko baráttunum við verðbólguna ef hún hefði tekið ábyrgð á sko samningunum sem voru gerðir og það sem að ríkið þurfti að gera til þess að viðhalda. En það sem ég ætlaði að segja það sko að þó svo að hún hafi náð þessum árangri að þá var sko ekki gert það sem ég held að forsætisráðherra eigi að gera að krefjast þess að allir hegði sér í samræmi við leikreglurnar og að ríkisstjórn eigi ekki framtíð fyrir sér ef að sumir eru alltaf ófúsi til þess að styðja málefni sem eru á forræði annarra ráðherra eða annarra ríkisstjórnarflokka. Og ég held líka að hún innan síns eigin hóps hafi verið dæmt mjög hart fyrir það að sem fólki fannst að það var sko, já, í raun og veru sko, hort upp á það sem að umboðsmaður Alþingis fjallar sem sölun á Íslandsbanka spillingamál. Það var hort upp á stofnun Landsréttar, spillingamál og það gerðist á hennar vakt og það var ekki hennar flokkur eða hennar ráðuneyti sem bara ábyrgði á því. Þetta eiga á hennar fólk mjög erfitt með að fyrirgefa. Þannig að ég held að hún hafi sko tekið á sig af því að hún taldi að hún væri að ná líka mjög mörgu góðu fram. Þá hafum við tekið ákvarðanir sem voru ekki sem enn þoldu ekki í flokkunum. Þegar þú varst að tala utanríkismál, varst að tala að Þórdís Kolbrún hefði talað utanríkismál sem að sömuleyti sko þá hefur breytt utanríkisstefnu og öryggisstefnu Íslands án nokkurrar almennlegsar umræðu inn á þingi eða í samfélaginu eða í ríkisstjórninni eða nokkur staðar og það gerist líka á hennar vakt. Það sem ég samt myndi segja varandi það að breyta öryggisstefnu af því öryggisstefnan var ákveðin þegar þú gerðist aðila NATO í sjálfur sér og þá ertu með ákveðna skyldu Við vorum klárlega með sérstöðu inn í NATO og það var tekið fram að Bjarni Benediktsson eldri að við kemum inn sem herlaus þjóð og við ættum ekki að vera það sem að Þórdís Kolbrún kallar í dag fullburða bandamenn. Það hefur ekki verið hluta öryggismálum á Íslandi og það er mjög sérstakt að ríkisstjórn breyti þeirri stefnu án þess að ræða við kongaða prest nema bara okkur fundum út í heimi þar sem að þau upplifa sig vera svona litli kallinn og vilja vera stóri kallinn og allt innu bara byrja að flagga okkur peningum sem að við vorum að setja í þetta án þess að ræða við þjóðina. Ég get alveg tekið undir það og það er það sem að mér finnst og ég bind voni við það hvernig sko menn eru að tala um það að vera undirbúa stjórnarsáttmála núna með því að kalla til fólk úr þingflokkunum til þess að vinna málum með því að vanda sig, með því að greina hlutina rétt og setja og að ég vona að menn beri líka gæfu til þess að þingflokkarnir séu alltaf upplýstir, þeir séu með og að ríkisstjórnarborðið verði vettvangur þar sem að menn tala í trúnað og skiptast á skoðunum og sætta sig við það verður að ná málamilunum en ark ekki áfram bara á grundvelli þess að þú verður að ná þinn eigin stefnu fram annars sé þetta allt ómögulegt. Já, hún sagði sko Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir að því hlustaði viðtalið þarna í Silfrinu þá talaði hún sagði sko verðugur
bandamaður og mér finnst það svo athyglisvert að greina bara orðræðina. Hún var í rauninni að segja bara eitthvað, þú veist, við þurfum að hafa vini okkar góða, við þurfum að, þú veist, taka þátt í þessu og hún sagði eitthvað svona, þú veist, framlög okkar, ég held að það verið þá til Úkraínu, væri sko, ef við værum að greiða eins og Norðurlöndin, þá væri það 8-falt meira. Hún var alltaf að hamra á þessu, sko, þú veist, eins og hún líti á að Ísland þurfi einhvern veginn að standa sig í þessum útgjöldum og vera með af því þetta sé, þú veist, vinir okkar, við þurfum að passa upp á okkur án þess að þessi umræða hafi farið fram og svo voru hún að gagnrýna að umræðan hafi ekki farið fram og maður hugsa bara þú yfir þessu málum, þannig hver ber ábyrgð á að það hafi skort umræði og einhvern veginn svona pælingin daldi bara svona ef að við, þú veist, við þurfum að vera jafn stór og hin og einhvern veginn minnst athyglisvert líka bara greina þessa framsetningu, þú veist, varnarmál, við erum að tala sko hernaðar iðnað og það er einhvern veginn bara svona já varnir og þú veist, hvað þú veist, af hverju ekki að fara að tala sko friðaruppbygging, hvernig getur Ísland nýtt sína sérstöð og sína rödd til þess að tala bara fyrir frið í heiminum og líka bara hvar endar þetta og þú veist, minnst líka athyglisvert að ég ætla að nefna hérna sko, þá tala uppbyggingu á fjölbýlishúsum fyrir hermenn og ég fór bara strax að hugsa hver byggði þetta húsnæði, er þetta rigga bara upp bara í einum grænum húsnæði fyrir hermenn og mér fannst þetta bara, athyglisvert, getur við fengið planið þeirra og bara sett þetta fyrir þau sem að hérna er búið hérna og þurfa húsnæði að halda, það er svo margt í þessu en mér finnst bara, þú veist, þessi orðræða, þessi framsetning er bara eitthvað svona, við erum með, við erum stór, við þurfum að standa okkur og þetta eru, þú veist, bandaþjóðir sem einhvern veginn eru vinir okkar og við meðum ekki styggja við þeim að því gætum þurft að greiða að halda, sko. Það sem við veist vestu við þetta er að stefnan er bara útvistuð, bara til Pentagon og NATO. Það er engin sérstök greining á öryggishagsmunum Íslands í þessari stefnu sem ríkisstjórnin hefur verið að reka. Heldur er það bara að vera að segja okkur að við þurfum að gera jafnt mikið og hinir í stefnu sem að við náttúrulega erum ekkert að móta. Það er ekkert gefið að við sem sömu öryggishagsmunir og hérna Ísland, Bandaríkin eða við þurfum bara að greina okkur eigin öryggishagsmunir. En hérna er Suðurnesjamaður sem að fengið 400 manna blokk uppbyggingu á félagslega húsnæði. Já, en þessi þróun hefur átt sér staðst síðan 2014 og þá er ég ekki að segja þetta, við getum ekki talað um þetta vegna þess að þetta er búið að vera svona í mörg ár, en við eigum einmitt að tala um þetta og mér fundist skort á umræðu og umræðu suðu með sjó, sko, vegna þess að það eru 400 mann sem bætist inn á þjónustukerfin okkar, sko, því það þarf auðvitað að þjónusta þetta fólk, það meiðir sig og verður veikt og allt það, sko. Og nú komum við ekki með spítal og skóla og eins og þið gerðu áður. Nei, þeir voru auðvitað 5.000, þetta var 5.000 manna þorp, þannig að 400 verður ekki eins var við það auðvitað. En mig langar til að taka... Kannski það bara byrjunni. Já, ég veit það ekki, við þurfum að taka þessu umræðu. Mér finnst að það þurfi að gerast og ég vona að það gerist með nýri ríkisstjórn. En mér finnst leið og við erum að gæta okkar öryggis og varnarmálum, þá verðum við að gera það sem að Sanna er að segja hér. Vera boðberar friðar, tala um friðsamlega lausnir og þegar friður, það þarf að taka friðar umræðina upp á því pólitíska svið. Og þá að sláða tilbaka þegar að fólk sem að tala fyrir friði er kallað barnalegir idiotar eða pútinistar eða hvaða nú er, vegna þess að friður er það sem allir þrá, bara allir. Og þegar við erum að tala um að gæta okkar mikilvægu gildum eins og lýðræði, þá þrífst lýðræði ekki í ófriði. Við þurfum á friði að halda til þess að lýðræði geti þróast og svo margt annað. Og við þurfum að lýðræði halda til að friði geti þróast og í því felst meðal annars að við þurfum að ræða þessi mál í okkar lýðræðislega hátt í samfélaginu. En ég var reynd að lesa góða grein hvort kemur undan lýðræði eða friðurinn. Og það er friðurinn er svo mikilvægur þegar kemur af þessum gildum sem að við viljum byggja okkar samfélög á. Og núna þegar að ófriður fer vaxandi og það er stríð í Evrópu, þá eigum við að tala um frið og friðsamlega lausnir. Þá er ég ekki að segja að við eigum ekki að gæta öryggi okkar, auðvitað eigum við að gera það, en við eigum, og ekki síst Norðurlandabúa sem hafa svona orð á sér fyrir að vera boðbera friðar, að þeir eiga að stíga inn og reyna að beita sér á þeim velli. Og ég þoli það bara ekki þegar að maður talar með þessum hætti þegar að fólk segir já það er bara ekki
nógu fullanarslegt sko. Það bara þannig. Vopnin og byssurnar eru miklu meira fullorðins. Þetta bara hræðileg þróun sem við að reyna að stöðva. Sem þá orðin til í samfélaginu, samt? Já, það er eins og hersöðingi, enginn eins og diplomant hefur verið sagt. Og það bara við öll stjórnvöld á Vesturlöndum, sko. Öll stjórnvöld. Alveg hreint eins og allir eru talsmenn í baráttunum við COVID af því að það var aðsteðjandi ógn að þá var það bara. Og við megum ekkert gleyma því að það er hluti af þjóðaröryggisstefnu Íslendinga að við skipum okkur í þetta varnabandalag eða hvað menn vilja kalla það. Og í þjóðaröryggisstefnunni stendur við að gera þá borgarlegum forsendum. Og það er eitt af því sem að til dæmis Katrín Jakobsdóttir í því að leiða ríkisstjórn, hún bara sagði ok, við sættum okkur við það, þetta er þjóðaröryggisstefna sem Alþingi hefur samþykkt. En sko þetta, ég er svo mikið sammálaði að við eigum að tala þessi mál í þjóðfélaginu. Við hefðum átt á öllum stundum að hafa málsvara gagnvart íslensku þjóðinni fyrir því sem að okkar fulltrúar kynnast á erlendi grundu og þegar að Þórdís Kolbrún tala með þeim hætti sem að hún gerir, að þá er hún að segja okkur að það er tala með einhverjum tilteknum hætti og hennar skoðun er svo að vilja taka þátt í því með eins og hún lifir fullgildum eða með fullu sóma eða hvernig það er orða. En það sem að ég held samt að hún hafi talað um að við greiddum 8. hlutan af því sem að Norðmennir og Svía gera. Já. Þannig að og við skulum hugsa það. Norræna samstarfið og hvað við höfum notið ótrúlega mikils af því að vera hluti af Norðurlanda þjóðahópnum. Það er að breytast líka, það er verið að draga öryggismálin í það sem ég til þess ósammála. Já, en núna ég myndi gjarna vilja losna við öryggismálin út úr Norðurlandaráði. Núna er staðar raunverulega þannig að Finnar, Svíjar og Danir og Norðmenn finna ógn af því að það jafnvel er að tala notkun kjarnorkuvopna í stríði í Evrópu og þeir finna ógn af það og ég veit bara því ég á afkomendur sem búa í þessu löndum að sko, fyrirmæli sem koma frá ríkisstjórn með að hafið 3 daga forða af matvælum til, það er raunverulega þannig að það eru árásir á cyber-innviði eða hugbúnaðar-innviði sem að eru til þess að 1-2 fellur niður í Danmörku, lestakerfi fellur niður annan daginn og þetta er eitthvað sem að engar skýringar eru á aðrar áheldur en að það sé gert vísvitandi sem hernaðarárás og það er og einhverju bandamenn okkar sprengdu upp gasleiðslur frá Rússlandi til Svíþjóðar. Það getur það. Þannig við lifum bara í háskalegum heimi. Ég er að segja við lifum í háskalegum heimi og það er bara spurningin það hvað. Við lifum ekki heimi það sem að sumir eru með hvítan hatt og sumir með svartan og við höfum að skilja það hver eru góðu gæðinir og vondu gæðinir. Við lifum ekki í þeim heimi. Ég er ekki að tala á þeim grunni. Ég er samt sem áður að segja að það gerðist í síðari heimsstyrjöldinni að við höfðum tekið okkur stöðu sem hlutlaus þjóð eftir það ákvaðum við að vera stofnmeðlimir í NATO af því að við gerum okkur grein fyrir því að við urðum að velja á milli þess hvort það var góði gæðin eða vondi gæðin sem tók Ísland. En hvenær var sko þjóðin spurð? Þú veist, hver tekur ákvörðun af því að þetta hefur aldrei verið skýr vilji sko þjóðarinnar varðandi til dæmis að bera undir þjóðin á sínum tíma með NATO og bara allt sem fylgdi þá sko og mér finnst þetta bara alltaf svona, þú veist, hver tekur ákvörðunir í nafni þjóðar og hvenær er þjóðin spurð? Hvað er mikið í gangi þarna, það eru þessir hermenn, þú veist, hvaða vopn munu mögulega komið til sögunar, hvað er Ísland að fara að geyma, þú veist, þetta er bara stóra spurningar sem bara ótrúlegt að sko ein kona getur einhvern veginn, eða eitt stjórnmálamæður getur einhvern veginn ákveðið rosa margt í nafni þjóðar án þess að þessi umræða hafi átt sér stað og hafi farið fram, þannig að mér finnst það bara mjög óhugnalegt. Og að almenningur vill ekki fara þessa stefnu til þess vopnakaup fyrir Úkraínu og það var við munum eftir forsetakosninguna, það voru bara 2 frambjóðunir sem lýstu við stuðningi við þessu, Katrín Jakobsdóttir og Jón Gnarr. Aðrir voru bara lýstu við þessu ansnúin vopnaköpum. Þið megi ekki skilja þess svo að ég sé að tala gegn því að umræðan eigi að eiga sér stað og eigi
að hafa átt sér stað og það það sem alveg svakalegt andvaraleysið sem að alltaf á milli þess sem einhver áföll verða, sem einhver ytri ástæða knýr okkur til umræðu, það það sem að mér finnst þungbært þetta. Mér finnst að menn eigi að fylgja eftir skuldbindingunum sem þau taka á Íslendinga með því að setja í umræðu hjá okkur. Ég var að segja, það sem að vera að tala þá sem er að tala fyrir annarri stefnu heldur stjórnvalda og þeir eru raunverulega að reynda að ýta þeim í burtu. Þeir eru annarkot skilgreiti sem handbendi erlendra afla sem eru anstæðingar okkar með því að kalla fólk pútinista eða þessu nævistar og barnalegir og allt annað slíkt. Ég var á einu fundi með Þórdísi Kolbrún, ég veit ekki hvernig hún var að nefna, en hún sagði það, hér eru sjónarmið þar sem í nágrannlöndum okkar að feiki ekki svona sess á svona sviði. Og það er alltaf hugmyndið það, þeir sem er að reka þessa hernaðarstefnu, að þeir skilgrina það að ef þú ert ekki með mér, þá ertu raunverulega andstæðingur og öryggisógn við Ísland. Og við erum að stíga inn í þennan heim. Og þess vegna eru okkur bara lífsnauðslegt fyrir Íslands samfélag að við tökum bara umræðum öryggishagsmuni okkar og að það verði alvöru debatt það vegna þess að það margt sem bendir til þess að stjórnvöld sem að reka þessa hörðu stefnu sem að skilgreina það að öryggishagsmuni á Íslandi liggi gegnum þingið í Georgíu eða víglínuðinu í Úkraínu, að þar eigum við að leggja allt okkar afl til þess að verja Ísland fyrir einhverjum árásum þar, að hættan er svo að þessar raddir í krafti valdsins ná að vera algjörlega drottnandi og við sem eru bara annara skoðunar verðum skilgrind sem bara öryggisógn. Líka ráðandi orðræða stjórnvalda Vesturlöndum er eiginlega bara eitthvað svona, þetta eru hlutir sem allir eru að gera. Bara eitthvað, þetta er nýja normið, við erum bara í þessu og emmitt, allir fyrir utan eru bara eitthvað skrýtnir og ekki með okkur í liði, Ég veit ekki hvort að menn horfa á mig ég er bara aldeilis ekki þeirra skoðunar, en mér finnst að við þurfum að hafa skilning á því að fólk í kringum okkur nánustu samstarfsmenn, þeir skynja raunverulega stríðsógn sem að menn hafa ekki gert og héldu að eftir lok heimsstyrjaldarinnar þá varum menn búin að koma sér upp einhverju reynslu sem að gera það verkum að við fjallum aldrei aftur í þessa gröf. Þetta er raunveruleg skynjun fólks í nánustu samstarfslöndunum okkar. Við erum að upplifa líka og ég held að Vesturveldin hafi ekki hernaðlegan mátt til þess að standa við þessu orð sín. Að þau hafa sagt við Úkraínumenn, við munum koma með tæknin okkar og vopnin okkar og við munum tryggja eitthvað sigur. Þau get ekki staðið við þetta og við höfum hort upp á endalausar mannfórnir í Úkraínu. Við höfum að horfa upp á að Úkraínu það verið að bara eyðileggja þetta land. Það eru flúnir, 10 milljónar frá þessu landi. Við erum að horfa upp á algjöra eyðileggingu undir forystu þess fólks sem hefur sagst ætla að bjarga Úkraínu. Og þau ekki að bjarga Úkraínu og við verðum að fara að horfast í augu við það. Meiri segja framkvæmdastjóri NATO að byrja að segja það verður engin sigur á vígvellinum. Og hvenær eigum við þá að fara að ræða það? Hvað höfum við verið að gera undan fyrir 2,5 ár? Ég verið að segja þetta frá upphafi að það verði engin lok á þessu stríði nema að það verði samkomlag eða það verið gjörsigur og gjörsigur er ólíklegur. En það sem að menn mega nú samt ekki gleyma er það er að beiðni Úkraínumanna sem ráðist er á sem að NATO kemur inn í verkefni. Þannig að það er ekki að þeirra frumkvæði heldur öfugt. En ég er alveg hjartanlega samanlega, ég hefði viljað að Minsk samkomulagið stæði og að menn bara gengu staðfestu það að Krímskagi var tapaður, hann var alltaf kortið vonapenningur í báðar áttir og gæti svo lokað á þetta en það var ekki gert og það er hryllilegt að horfa upp á mannfórnirnar sem að hafa fyllt þeirri trú að ofuraflið gæti tryggt niðurstöðu sem hvor aðilinn fyrir sig vill. Svo, ég er tímavörður og nú erum við komin fram jól. Við erum rétt að byrja. Rétt að byrja. Já, þetta er samt lengri umræðu heldur en býst nokkuð annars staðar. Og hér er búin að koma upp nokkur mál sem er bara mjög kjörið að taka til frekari umfjöldun. Við ætlum að tala öryggismálin í næstu viku frá ýmsum hætti. Meðal annars kemur Valur Ingimundarson til mín og fleiri. Og Þórdís Ingadóttir prófessor sem tengist kannski meira Gaza og því staði þar sem við erum að horfa upp á það
að út af Ísrael að þá erum við að veikja, okkar bandamenn að veikja sko Sameinuðu þjóðirnar að alþjóða dómstólinn og bara eru bara að veikja kerfin sem að þó áttu að halda upp í sko friði, þannig að við ætlum að reyna að fjalla þetta við rauðaborði á ýmsum. En líka sko mótmæli almennings gagnvart sko stefnu sem að ríkisstjórn hefur verið að taka í Evrópu gegn því sem almenningu vill og svona vopnavæðing lögreglunar er líka bara mjög svona hvernig einhvern veginn stjórnvöld hafa fjarlægst almenningi vinna gegn því sem almenningu vill og almenningur að mótmæla og þá koma upp bara girðingar, táragas, alls konar svona. Þannig að þetta alls sé líka stað bara í almanna rýminu hérna. Ég hjartalega sammála því og ég held að og það vopnavæðingar og einhvern veginn við séum að hverfa frá því að Ísland sé samfélag sem að sætti sig við það að það nægilega lítið til þess kannski að gera ekki eins og stóru samfélagin gerir en ég held að það þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum alvöru þáttakendur í því samstarfi sem við valum okkur og tölum alltaf fyrir mannúð. Ég held að það skiptir ofboðslega miklu máli við tölum fyrir réttaröryggi. Ég veit ekki alveg með lýðræði vegna þess að lýðræði eins og það er túlkað hjá okkur er eitthvað sem ég veit ekki hvort að við að telja að sé endilega besta stjórnunaraðferðin í öllu ríkjum heims þannig sem að er bara komur allt annars konar bakgrunni. En ég og það er nákvæmlega þetta sem ég er að segja. Íslenskir stjórnmálarmenn sem taka að sér að vera fulltrúar í Íslands erlendis. Þeir eru að tala fyrir sjónarmiðum Íslands þar en þeir koma heim og segja okkur frá því. Þetta voru viðbröður sem við fengum og við þurfum sem þjóð að ræða það og það er nákvæmlega það sem ég er að segja. Mér finnst og ég heyri það að það er mönnum finnst og ég get alveg tekið undir það kannski að Þórdís Kolbrún hafi meira stilt sér hinum megin í því að hafa skilning á sjónarmiðunum án þess að vera búin að fá þau sjónarmið frá Íslendingum. En það sem ég byrjaði að segja og alltaf endurtaka, ég held að þessi ofboðslega mikilvægt að þessi mál séu rædd og ég svona í ljósi reynslu minnar að þá ætla ég ekki að lýsa því og á ekkert að lýsa því hverjir eiga að vera ráðherrar í hverju sætum en af því ég byrjaði á því að byrjast á Þorgeiri Katrínu þá bara var það því að mér finnst þú svo ótrúlega flottu talsmaður, ég hef verið með henni í útlöndum og það skiptir okkur máli líka. En það sem að við í norrænu samstarfinu og Norðurlöndin Já, þú hefur verið forseti í Norðurlöndin sem að við varaforseti, tvisvar sinnum. Það sem að við erum að leggja áherslu á að gæta eru gildin sem að við teljum mikilvæg fyrir norræn velferðarsamfélag sem er lýðræði, sem er réttarríkið, sem er jafnrétti og friður. Og ef við sjáum þessu ógnað að þá eigum við auðvitað að bregðast við. Og farið stríð. Farið stríð. Nei. Hún sagði fyrir friði. Friður er náttúrulega grundvallar. Þetta er það sem við heyrum í okkar heimsluta, þetta eru gildin okkar og við sjáum þau vera að grotna innan frá að lýðræði er bara ekkert svo sterkt að það vera að banna mótmæli gegn stjórnvöldum allt saman, það var að horfa þetta og svo kemur þetta fyrir friði og hvað gerum við til þess að verja þetta? Já, við förum í stríð. Já, og sumir náttúrulega tala þannig að til þess að gæta friði þurfum við að búa okkur undir stríð og ég tala líka þannig, við þurfum að gæta öryggi okkar og vörnum en leið þurfum við að tala fyrir friðsamlegum lausnum og svo rödd verður að heyrast. Annars förum við bara beinaleið til helvítis. Annars sem okkur langar til að ræða í vikunni er að ræða hernaðaruppbygginguna á Suðurnesjum og verður gaman að fá sjónum frá þér og fleirum í það. Það umræðu. Já. Ég held að það sem að við þurfum að horfast í augu við er það að það var gerð innrás sem að leiddi af sér einhverja atburðarás og við þurfum að reyna að standa vörðum það að hvernig það þróast áfram að rödd okkar sé í samræmi við þjóðaviljan á þeim vettvangi. En við verðum líka að átta okkur á því að við erum þá í hópi einhverja bandamanna þar sem að við ein ráðum ekki hvað ákvarðanir eru teknar. Nei, algjörlega. En við erum herlaus þjóð og mér finnst að þegar við erum að aðstóða og styðja og hjálpa þá eigum við að gera það sem við erum góð í
En ég ætla að ræða annar mál en það er ekki tími fyrir það, en ég ætla að segja, sko, þegar maður les fréttir það að kærunefnd útlendingamála hafi, sko, sett út á og við aðgerðir lögreglustjórans á Suðurnesjum, þegar ferðarfólk sem kemur hérna inn og hún líst ekki nógu vel á, það er þá bara geymt í flugstöðinni og alveg upp í 3 sólarhringa og það getur hvorki kyrrt sér vopnið þurft að þeir ekki með brottfararspjald. Það eru bara hungra fólkana sem er verið að skoða málið þeirra og þau eru bara geymt þar á þess að geta, sko, svo mikið sem kemur sér vassflösku, sko. Ég ætla að enda þetta svona. Það eru Sanna Magdalena, Helga Jónsdóttir og Oddný. Já, og við ætlum að eiga örstutt spjall hérna, þau eru að tínast hérna inn Píratar sem þú ætlar að ræða við hérna eftir. Já. En við tökum hérna okkar vikulega spjall hérna örstutt bara, eins og alltaf. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is